það alltaf verða vitlaust. Saumakonu bæjarins eru komnar með vökustaura og vinna á tvöföldum vöktum við að sauma glæsikjóla og smókingar hafa víst selst upp. Annað kvöld verður í annað sinn haldin Edduverðlaunaafhendingin og verða herlegheitin sýnd beint úr Þjóðleikhúsinu. Þess vegna við hæfi að fá til okkar nokkra keppendur sem munu slást Edduna á morgun og mæla blóðþrýstinginn hjá þeim. Sigrún Hjálmtýnsdóttir heyrir okkur með nærveru sinni og dísirnar 3 verða með uppistand. Bréfin halda áfram að berast og ég vil þakka fyrir þau öll og það við hæfi að leyfa hér 2 stórskemmtilegum bréfum að fljóta með. Kæra Steinunn Ólína, ekki hægt að hafa bingo í þáttunum ykkar? Bara svona eina röð í hverjum þætti? Þetta ætti alveg að duga. Núna þegar veturinn kominn og veður gerast misjöfn eða eins og hálkan hefur verið undanfarið, kemst maður ekki nema endrum og sinnum á bingo. Það langur vetur og langt fram að góu ef ekkert bingoið. Þetta skrifar Guðríður. Og hér annað bréf. Sko þetta listalíf nú alveg að keyra þverbakk. Sífellt verða að sýna manni rusl úr sorpu og kalla það list eða einhver vídeó með urgi og surgi. Nú farið að tróða þessu upp á mann á stöðum þar sem almenni borgarar ætti að vera óhultir eins og í strætó. Bara núna á 50-daginn á afmæli Jónasar Hallgrímssonar fylltist vagnin af alls konar fólki sem fór að lesa ljóð yfir hausamótunum á okkur. Svo voru þetta engin ljóð, bara einhver svona orð á stangli, ekki glóra í því. Hvernig það? Fer ekki þessu menningar árið að ljúka? Og þetta skrifar Þórunn. Hver verður leikstjóri ársins og hver verður bíómynd ársins? Og kannski síðast en ekki síst, hvert verður framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna? Aðalslagurinn að þessu sinni virðist standa milli Friðriks Þórs Friðrikssonar og Baltasar Kormáks þar sem þeir og myndir þeirra eru tilnefndar í öllum fyrrgreindum flokkum. Og Ingvar Sigurðsson var valinn besti leikari í aðalhlutverki í fyrra og aftur tilnefndur í sama flokki í ár fyrir leik sinn í Englum alheimsins og hefur þar að auki verið tilnefndur til Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna fyrir þetta sama hlutverk. Við skulum bjóða þá félaga hjartanlega velkomna. Edduverðlaun veitt í annað sinn á morgun. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir okkur? Finnst þér var Eddan löngu tímabær, Friðrik? Ég var alltaf á móti svona verðlaunum að því ég taldi þetta að vera á lítill markaður en nú bara svo mikil gróska í kvikmyndagerð að þetta á einhvern rétt á sér, já. Og hvaða þýðingu hefur þetta fyrir kvikmyndagerðarmenn, Baltasar? Já, ég nú ekki það mikið inn í þessu að ég gerir mig grein fyrir því að hvaða þýðingu þetta hafi. Flestar þessar myndir sem að fá þessu verðlaun væntanlega hættar í bíó. En ef þetta verður einhver athygli á kvikmyndunum þá á þetta rétt á sér. Já, og lítur þá ítundir það kannski að kvikmyndagerð verði styrt og svo framvegis, ekki satt? Eða hvað haldið það? Það vonandi. Það náttúrulega sko leikara sem fá þetta, þeir fara fram á hærri laun og svona. Þetta hrikalegt bara. Nú fékkst þú Edduna í fyrra, Ingvar, fyrir besti leikari í kallhlutverki og tilnefndur í annað sinn núna. Hvar geymirðu Edduna sem þú fékkst í fyrra heima hjá þér? Hún nú svona, svolítið á flakki. Já? Já, það er ungt fólk á heimilinu sem þú veist, tekur hún úr gluggakistunni og þá fer hún í aðra gluggakistu. Það hún svona notuð sem leikfang? Já, stundum, já. Er pláss fyrir aðra Eddu heima hjá þér? Já. Þú nú líka giftur einni, Eddu? Já, hún mjúk og... Baltasar og Friðrik, þið keppið þarna þrenn verðlaun sem í sömu flokkum sem leikstjóri ársins, bíómynd ársins og framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna. Titringur á milli ykkar? Það alveg brjálaður titringur, léttur titringur. Já, sko, það kannski það sem að, ég held að sé svolítið miskilningur með það, það að þetta framlag til Óskarsverðlaunanna kannski það sem að mesti titringurinn út af því það eru hagsmunir í veði upp á dreifingu og kvikmynd. En ég held að það sé enginn að slást yfir Edduverðlaununum. Það bara skemmtilegur heiður að fá það ef fólki finnst það. En kannski þessi titringur og slagur sem að verður kannski meira út af hinu. Og ég drefa kannski ef að það eigi endilega samleið. Já, en það hlýtur að
vera svona dálítið gott fyrir kvikmyndir að þjóðin skuli velja hana sem framlag, ekki það? Jú, það mjög mikilvægt en það líka mjög mikilvægt að blanda þessu saman út af því að þá fær Eddan meira vægi. Já, því að það náttúrulega eins og Balti benti á, þá þetta ekki neini peningalíkir hagsmunir að fá Eddu af því að myndirnar eru hættar í kvikmyndadósum. Já. En Óskarsútnefning, ekki sko, við erum bara að tala hérna við verðum eitthvað meðal 50 þjóða eitthvað, það eru svona 40-50 þjóðir sem senda inn myndir. En svo útnefningin sjálf, hún hefur gífurlegt gildi, peningagildi og svo aftur að vinna það, þá er það ennþá meira. Þetta eru svona, við erum að tala svona 60 milljónir sem þetta munar. Já, en það er ekki svona ágætis vaskpenningur? Jú, ekki kvikmyndagerð. Það er svolítið langur vegur, af því að við erum nú að tala hérna svona, já, og þess vegna til dæmis með Börn náttúrunnar, sko, þá tók maður bara veðmál, maður tók einhvern tilboðum, af því að maður lendir svo sjaldan í að veðja 1 á móti 5. Svo þú tappar, þá tappar bara og það er sama í þessu í þessu vali, þú bara tappar og sætta við það. Hvernig líður á milli þeirra, Ingvar? Mér líður bara vel, líður vel hjá þeim báðum. Já, nú erum unni með þeim báðum sem leikstjórum. Geturðu lýst, hver er svona munurinn á þeim sem leikstjórum? Bara láta eins og þau séu ekki hérna? Ég get nú ekki munurinn á þeim. Þeir eru náttúrulega, ég hef ekki unnið með Baltasari í kvikmynd. Nei. Og það er töluvert annað. Þannig að það er nú kannski valla sambærilegt. Sko, Baltasar er leikari. Friðrik Þór er ekki leikari. Ég er nú á frumsýna myndar sem ég leik í 24. nóvember. Já. Ertu góður leikari, Friðrik? Ég geta ekki það. Nei. En hann hins vegar hefur gífurlega reynslu af kvikmyndaleikstjór og kvikmyndagerð. Ég hef bara, skilurðu, ég hlakka til að vinna með þeim áfram í framtíðinni. Þú ert búin að vera á endalausum ferðalögum, Baltasar, undanfarið að fylgja eftir velgengni 101. Hvað ertu með í ferðatöskunni? Hvað ertu búin að vera í mörgum löndum núna undanfarnar vikur? Ég veit ekki, ég er búin að vera í einhverjum 17 löndum. Ég var reyndar að leika erlendis líka í kvikmynd sem að Friðrik kom nú reyndar nálægt. Þetta er nú allt svona innviklað sem heitir Monster, eftir Hal Hartley. Þannig það er nú aðalega óhrein föt í töskunni hjá mér. Já, ekki svona... Þess að það fekk ég með leðurbuxur, það hefur miklu minna þrifnaðir í kringum þetta. Bara strjúkaður með... Já, bara spúla. Bara spúla þér, já. Er ekki svona... Spá í þetta. Ég tala við herinn. Er ekkert svona sérstætt sem þú tekur alltaf með þér? Nei, ég getum kannski ekki sagt það, nema, svolítið handritum og svona, sem ég er að reyna að lesa. En þú, Friðrik, hvað er í þinni ferðatösku? Það er vaskglas fyrir góminn og svona. Þetta er bara sama kitið, svona... Þú ekki að eiga rosalega mikið að sparifötum? Nei, alls ekki. Það er bara það með kann. Já, þá þarf maður bara spariföt. Já, smoking, sko. Heitir allt drusla á yfir. Já, það skiptir einhver máli í hvaða fötu þú hneigir þig, sko. Er það satt þú allir að fara að gera dans- og söngvamynd í Indlandi, Friðrik? Já, ég er alveg heillaður af Indlandi. Og kom í þetta fræga stúdíó sem hét áður Bollywood en heitir Film City. Þar eru gerðar 800 myndir á ári og ég... Það vantar ekki peninga þar? Nei, af því að til dæmis sko voru það að segja mér að þú ert með kannski 5.000 statista í mynd eins og til dæmis í Gandhi og þá er aðal kostnaðurinn er að láta fólki fá vatn. Ég skil. Þannig að, en burtséð frá því þá er óbærslega hefð og skemmtileg hefð fyrir dans- og söngvamyndum þarna. Og ég ætla að reyna að blanda saman íslenskri sagnahefð, jafnvel sko íslendingasögunum, og setja þig í þennan búning en þó með íslenskum leikurum, en taka þetta þarna af því að aðstæðan þarna er algjörlega stórkostleg. Og svo tekur þetta ekki nema 3 daga? Ég segi það ekki, nei, þeir taka alveg jafnvel einhver tíma, þeir eru yfirleitt í
bara 1,5 mánuð að taka, en það allt á staðnum, það framkallað, þú sér allt kvöldið og klift bara jafnóðum, þannig að þetta stórkostlegt og ég sá þá byggja leikmynd, einhver hérna grísk musteri, þannig voru 550 manns að byggja þetta og meðan maður bara labbaði þarna með fórstjórunum, þá bara reisa þarna upp bara heilt musteri, þetta var svona eins og kom inn í svona einhver tíma, bara eins og væri verið að byggja píramídana fyrir framan. Sannlega aðeins ódýrara vinnu að platna en víðast hvar annars þar. Já, það var til dæmis konur sem lögðu mósaíkið alveg bara opaslega hratt. Pratt að gekk eftir gólfinu var bara lagt mósaík, alveg ekta mósaík, þar sem við hefum kannski notað einhvern góldúk. Þetta var alltaf ekta og flott og díteilin og smáatriðin, þau voru frábæri. Baltasar, þú ert hérna tilnefndur til verðlauna sem besti leikari í aukahlutverki fyrir hlutverkið Óli Bítill sem hún lést í Englum alheimsins. Heldur að þú hefði fengið þessa tilnefningu fyrir sönghæfileika? Ég ger ekki ráð fyrir því. Það er kannski frekar að ég fekk að vera góður í einni bíómynd. Já. Það var alltaf svo hissa að ég gæti verið góður að góður drengur. Já. Þetta var á þeim tíma. Já. Það er alltaf typecast á honum, sko. Þú ert á leiðin til Parísar, Ingvar, og vonandi til að taka við evrópsku kvikmyndaverðlaununum sem besti leikarinn, ef við vonum það auðvitað. Já, þið getið að vona það. Hérna, þetta er náttúrulega mikill heiður. Hvernig var þið við þegar þú fréttir þetta? Ég var bara, mér hlýnaði svona innra með mér, sko. Ég stökk ekki upp eða hljóp svona í ofsakæti. Nei, þetta var bara svona hlýlega, elskuleg viðurkenning að vera komið þetta langt. já. Í hver ætlar að vera hann í París? Ég bara, mér skipað að vera í búning, smoking. Já. Áttu smoking eða? Já, ég keypti mér smoking fyrir frumsýningu á Englum alheimsins. Keypti mér rosalega flottan smoking. Góð fjárfesting. Já, og hann dugar enn. Svo við snúum okkur aftur að þér, Baltasar. Hverju viltu þakka þessa miklu athygli sem þín fyrsta mynd fær? Ég vona að hafa eitthvað að gera með myndina og já, ég meina þetta hún vekur athygli fyrir að vera sérstæð, svolítið exotísk og það er svolítið erfitt að dæma svolítið sjálfur en það var mjög ánægilegt að finna það og það virðist vera sama hvert ég kom með myndina að hún hittir í mark, fólk hlær mjög mikið þannig að oft er talað um að svona komedíur ferðist ekki vel, en það er ekki tilfellið með 101. Heldur það hafi ekki haft afgerandi áhrif að þú varst með erlenda stórstjörnu þarna í einu af aðalhlutverkunum? Ég hugsa að það hafi hjálpað mjög mikið til þess að taka fyrsta skref og vekja athygli, en það breytir ekki þegar þú ert komin í slaginn, það eru stjörnur í ýmsum myndum sem vekja ekki athygli, en það gerir að sjálfsögðu að þú fær fyrsta skrefið inn fyrir dyrnar. Ingvar, hvort finnst þér nú meira gaman að leika í kvikmyndum eða í leikhúsinu? Það getur verið, það ósköp ólíkt svo sem. Það getur verið gífurlega ánægilegt í bæðiskiptin ef það vel gengur. En það svolítið ólíkt, já. En ég get ekki sagt hvort skemmtilegra. Það ekki. Það kannski skemmtilegra þegar vel gengur þá gaman að vera leikari í leikhúsi því að þú ert einhvern veginn miklu meira að gera þetta þú sjálfur með hópnum. Þú ert aldrei utan við það stundum í kvikmyndagerðinni. Heyrðu, hún Ami Engilbert sem er nú sennilega landanum vel kunn. Hún ég bað hann að lesa í skriftin ykkar og svona spá svona í það hvernig næsta ár liti út hjá okkur þar sem að mikið í húfi hjá okkur öllum. Og við skulum fá fyrst skriftinans Friðriks og heyra hvað hún sagði. Þetta er persóna sem hugsa mjög hratt, liggur mikið á, svona frekar stórhuga en all fljótfær í framkvæmdum. Og svona, ég veit ekki hvort það kalla feimni og vantar svolítið sjálfstraust. Veistu hvað ég held? Ég sé meira að hann geta sjálfstraustið sem hann vantar finnst mér, það kemur út í kæruleysi. En þetta alveg typist 20. og 21. aldar skrift. Hún hefur mikið metnað. Það sér maður á káinu og F-sinu. En hann leynir því hann viðkvæmur.
En ef ég horfi sko á hreyfingu skriftarinnar, þá gefur það til kynna að hún liggur á og hann hefur litla þolinmæði. En þetta líka einkenni á þreytu. Já, svo skrifa hún niður nokkra punktar fyrir árið 2001, sem þetta kannski leggja minni, að 2001 átti að passa það skuldbindingum sem tengjast miklum fjárfestingum og vera hikandi og varfærnar í samböndum en áður. En undir lok ársins 2001 átti að vera komin með fjárhagslegt öryggi sem hljóta nú að vera gleðifréttir. Börnin þín veita þér sérstaklega mikla gleði á árinu og verða á einhvern hátt inspirasjón fyrir þína vinnu. Hvort þú ferð í það að gera mikið af barnamyndum, veit ég ekki. Og mánuðir sem átt að muni eftir eru desember 2000 sem að verða mjög eftirminnilegur, febrúar, apríl, ágúst og september, allir mjög mikilvægi mánuðir fyrir þína vinnu og í október verða einhverja breytingar á þínum karriér. Tengsl þín við útlönd ráða öllum örlögum þínum í framtíðinni. Og svo ein svona persónuleg pilla til þín. Hún spurði hvort það væri gigt í ættinni og þú yrðir að passa holdafærið. Heyrðu, þá skulum við fá að heyra það sem hún sagði skriftunars Ingvars. En ég myndi segja að þetta tilfinningarík persóna. Þetta persóna sem allstaðföst, allmetnaðargjarn, vantar svolítið sjálfstæðir, skyldurækin og viðkvæm. Trygglyndur eðlisfari. Metnaðurinn kemur hérna í gefunum. Ég myndi halda að þetta væri frekar rómantískur leikari. Hann myndi hallast dálítið af þessum meira klassískum sviðum. Ég myndi segja að hann væri ástríðafullur, skil mig, en hann væri varkár og loka sér dálítið af. Hann væri kannski útrás í að leika en svo verðist það að vera hlédrægur þar á myndi. Hann leynir á sig, hann er mjög ástríðafullur. En hann er feiminn, það er eins og hann byrgir inn í sér. Heldur þessi menn gætu unnið saman? Það eru þið tveir. Ég veit ekki. Það er voða erfitt. Sko, þessi, hún liggur á hluturna ég að gera strax og í gær. Þessi myndi vanda sig. Heyrðu, Ingvar, já, hún sagði þess að þig og árið framundan. Já, þú ert blandað sportdrykk á bógamanni sem gerir þig djarfan og duglegan með mikið ímyndunarafl og sköpunargáfu. Blankur í dag en það rætist úr því eftir nokkur ár. Næstu 10-14 ár nýtast þér mjög vel í þinni listsköpun en verður að passa þig á því að ofkæra þig ekki. Er hann þreyttur í höndunum, spurði hún síðan. Og hún líður vel við sjóinn og er lítið stórborgarbarn. 2001 ferðalög sem tengjast vinnu, mikil tengsl við Danmörku og Svíþjóð. 2001 verður mjög tengt starfið þín og þeirri stefnu sem þú munt velja þér í lífinu. 2001-2002 þá átt að passa fjármálinn sérstaklega og svo vill rólegheit og jafnvægi í einkalífinu af gamla skólanum, viðkvæmur og tilfinningaríkur. Nú skulum við fá skriftina Baltasar. Ég myndi segja að hann hugsa hratt og vinnur hratt. Hann er svona eðlisfræður frekar jákvæður en svolítið klókur. Hann er hrifnæmur. Hann gæti bent þess að vera svolítið kærulaus. Þetta er eins og hún hafi tvo ólíka einstaklinga í sér. Eða sem sagt eins og tvær ólíka hlíðar. Og ég myndi segja ein hlíðin er voða mjög opin og svo getur hann alveg lokað sér af. Og verður erfitt að komast að hann. En svo önnur hlið þar sem hann er opin og glaðlyndur. Þetta er maður sem vil starfa sjálfstætt, óháður og er frekar viljasterkur en allkrítiskur. Og Baltasar, árið framöndan hjá þér. Já, hérna segir hún all íhaldsamur með frjótt ímyndunarafl en geniall á mörgum sviðum, framúrstefnumaður en mjög íhaldsamur í einkalífinu. Ljúfur í umgengni og vinuvina sinna. Árið 2001 er honum frekar hagstætt, spennandi atvinnutilboð og mikið álag. Ætti að geta náð miklum árangri. Og mánuður til að muna eftir, apríl 2001, mjög viðburðaríkur, ágúst 2001 og desember 2001. Nýtur mikillar kvenhylli og næstu 4 árin notar hann tjáningarsvið sitt og sjarma sem hann hefur mikið af. Tjáningarsvið, þá er hún að tala talanda og sköpunarkraft, þannig að þú ert eftir að kjafta þig inn á heiminn í framtíðinni. En hérna, ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna, herra minn, og óska ykkur góðs gengis með allt það sem þið takið ykkur fyrir hendur í framtíðinni. Og já, takk fyrir komuna. Takk svo vel. Já, ég vil gera það gott það.
Margrét Eir stórsöngkona var að gefa út fyrstu sólarplötu sína á dögunum. Hún hingað komin, reyndar ekki til að flytja lag af þeirri plötu, heldur ætlar hún að syngja fyrir okkur lagið frægamannin, eða öllu heldur lagið þann sem þekkir frægamannin. Gjörðu svo vel. Valinn kunnir andans menn. Ég sá hann endur fyrir löngu í miðri Keflavíkur göngu. Hann þótti helst til róttækur og þykir enn. Já, hann enginn venjulegur maður og hann býr í næsta nágrenni við mig. Og hann ofboðslega frægur. Hann tók í höndin á mér, heilsaði mér. Aðalega sálarlífs þíns innri manns. Þeir ekki þessum heimi, þar sem skáld á sveimi, miðja vegum millum malbiksins og regnbogans. Já, hann enginn venjulegur maður og hann býr í næsta nágrenni við mig. Og hann alveg ofboðslega frægur og hann tók í höndin á mér, heilsaði mér og sagði komdu sæll og blessaður. Og ég fór gjörsamlega í hnút. Hann sagði komdu sæll og blessaður. Ég held ég myndi fríka út. Við ræddum saman heim og geyma. Ég hélt að lítið var að dreyma, en ég var alveg örugglega vakandi. Mér finnst að vera ansi bráður. Hann spurði hvort ég væri fljátur og hvort ég væri allsgáður og akandi. Já, hann enginn venjulegur maður og hann býr í næsta nágrenni við mig. Og hann alveg ofboðslega frægur. Hann tók í höndin á mér, heilsaði mér og sagði komdu sæll og blessaður. Ég fór gjörsamlega í hnút. Hann sagði komdu sæll og blessaður. Ég hélt ég myndi fríka út. Hann sagði komdu sæll og blessaður. Ég fór gjörsamlega í hnút. Hann sagði komdu sæll og blessaður. Ég hélt ég myndi fríka Það samt stórra högg á milli í heimi tónlistarinnar og óhætt að segja að nú hefur tekið steininn úr. Spekingarnir fylgjast grannt með á þessu sviði sem og öðrum. Hersteinn Jóhannsson tekur nú við stjórninni. Gott kvöld. Váleg tíðindi hafa borist úr íslenska tónlistarheiminum. Já, heldur betur maður. Hljómsveitin Skítamórall hefur sendt út fréttatilkynningu þess efnis að hún hafi ákveðið að hætta störfum óákveðinn tíma frá næstu áramótum.
Ég held að ég hljótt að tala fyrir munn margra þegar ég lýsi þessu sem reiðaslagi fyrir íslensku þjóðina. Njörður, ertu ekki slegin? Slegin, maður einhvern veginn, maður bara svolítið, svo hryllir þetta maður bara í sjokki. Ég að deyja. Nei, Vera, það eru nú kannski full sterk viðbrögð. En takið eftir því að þeir segjast ekki vera hættir, bara farnir í frí. Og það er nú ekki öll von úti. Jú, þetta er búið, sko, bara fín í, ég meina, sko, ótilgreindan tíma. Hvað þýðir það? Ég meina, ef þetta ekki svona frí í 40 ár, hvað gerum við þá? Hvert förum við þá? Erum við bara farin? Ertu þá farin? Ertu þá farin frá mér? Hvar ertu núna? Hvert liggur mín leið? Já, en hvert geta hljómsveitarmeðlimir Skítamorals farið eða skímó eins og þeir kallast erlendis? Skímó? Nú segist Addi Fannar að leggjast undir feld og hugsa. Jú, þetta hefur náttúrulega verið alveg ríkalegt álag á þessu strákum. Það farið bara svona 3-4 ár og ekki tími til þess að hugsa mikið og svona. Ég skilur það auðvitað, en ég meina, hver á þá að yrkja fyrir þjóðina? Hver yrkir til dæmis alls nakinn? Sem dæmi, í myrkrinu sá ég sól, við vorum alls nakinn, holdi bert á loftið þá, holdi bert á loftið þá, holdi bert á loftið þá. Þetta er sannleikurinn í hnotskurn. En er þá ekki alveg ljóst að mörg ungmeyjar hjörtun verði kramin núna jólin? Já, móðir mín, sem að telst nú kannski var til ungmeyja, minnst það kosti ekki bókstaflega, þó hún að vísu haldi sér gríðarlega vel til. Hún áttur að fara á algjöran bömmir. Jú, kvenþjóðin verður náttúrulega alveg sko hundfúl, en það má heldur ekki gleyma því að það eru margir kallmenn sem elska Adda Fannar og Einar Ágúst. Ég meina, hver man ekki eftir hvað Einar Ágúst tók sér vel út þarna þegar bara mínipilsinu að Eurovision og söng hérna Take me once, take me twice, there is no compromise. Það er svo mikið krút. Ég er líka krút. Já, og þar er ég algjörlega sammála. Mig langar aðeins til að fá að beina orðum mínum beint til Einars Ágústar ef ég má. Já, og svo ég á eftir kannski. Einar Ágúst, ekki láta baknægið og illgirnina sem hinni framúrskarandi og frægu þurfa sífellt að þola að draga úr þér kjarkinn. Komdu aftur og komdu fram. Please. Ég mun alltaf vera til taks. Takk fyrir. Já, Vera, þá er því komið til skila. Þetta var fallegt. Ég er hræður. Ekki vera hræddur. Já, nei, hann er ekki hræddur. Hann sýnist alltaf bara að vera hræddur þegar hann er sko hræddur. Þú ættir að syngja meira, Njörður. Njörður? Nei, alveg, finnst þið hvað það? Já. Ég meina... Ég verð að segja það, ég var virkilega hrærður þegar þú hófst upp þína viðkvæmi og samanskapi kannski svona karlmanni og röst ég rétt á þann. Ég var það, varstu hrærður? Ég langaði mann til að syngja farin, en þá var vera byrjuð og... Syngdu, Njörður, syngdu. Nei, Jú, endilega, ég meina, hvað er betra en söngur til að koma manni gegnum erfiðleika eins og þessa uppáhaldshljómsveitarmanns hægt? Gerðu það, Njörður. Gerðu það. Jú, ég get gert það bara þinn til heiðust þá. Taka, kannski bara... Ertu þá farin frá mér? Hvar ertu núna? Hvert liggur þín leið? Bist du weg? Hast du mich verlassen? Wo bist du jetzt? Ég get þetta ekki, ég er komin að harfið, ég get... Ég skal hugga þig. Fyrirgefið. En við erum farin og söknuðurinn verður sár. Veit þið hvað aðeins? Skítamóral, ef þið sjáu þetta, hugsið ykkur tvisvar undir feldinu. Ekki hætta, gerið það. Lifið heil. Veistu hvað ég var að frétta? Eins og þetta sé nú ekki nóg með Skítamóral. Heyrðu, Hollís eru hættir. Í alvöru? Oh my god! Oh my god! Veistu hvað ljóminn er ljómandi góður? Já, hann á sko skilið það lof sem hann fær. Hingað er komin Helgi nokkur P. sem ætlar að velja sér óskalag. Fær hann Don't Cry For Me Argentina eða Gráttu mig ei Argentina eða Það var kvöld þú drafst á dyr hjá mér.
Óskalega dýrið gengur laust og við skulum fá það á svið. Helgi Pétursson, gjörðu þið svo vel. Jæja, ertu ekki alveg ofboðslega spenntur? Jú, ég mjög nervus. Og hræddur? Já, inn í mig. Inn í þig? Já. Heyrðu, viltu ekki gjörsamlega velja eitt lag? Velja lag, já. Býtu nú við. Á hverju lendir maður hér? Tender, býtu. Já, með Blur. Já. Heyrðu. Kanntu það? Ég hef, ég kann, já. Eða áttu börn sem kunna það? Já, það er það sem er. Ég hef heyrt þetta, svona á þess að hafa endilega viljað að heyra þetta, en þetta er skemmtilegt lag, það er samt. Ég skal reyna þetta. Ég treysti mér nú ekki til að gera deitt, get ég ekki fengið ykkur með mér hérna. Hvernig er með salinn? Jú, það er nú fullt af góðum söngurinn hérna í salnum, sko. Það eru krakkar hérna fremst, tína þau til. Komið, krakkar, þið verða að bjarga mig, ég get ekki... Við verðum að fá hljóðmenn til að fá fleiri mikrofón á þrýðu. Og gangið er alveg rosalega við. Þakka þér fyrir, veitir ekki að góðu úrslit. Alla mína saman. Þakka þér fyrir. Við pröfa þetta, krakkar. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love so much. Tender is the day the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing. Come on, come on, come on. Get through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to come. Oh my baby, oh my baby, oh my baby, oh my baby, Tender is the ghost I love the most, hiding from the sun, waiting for the night to come. Tender is my heart, I'm screwing up my life. Oh Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Get through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing. Come on, come on, come on. Get through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to come. Oh my baby, oh my baby, oh my baby, oh my baby. Jú, þetta er alveg nóg. Og þú þurft að greina meira blör heldur en þitt vera lágt. Dís Sigurðardóttir er fædd 7.7.77. Frásögn hennar skrifa 3 Dísir, Birna Anna Björnsdóttir, Silja Hauksdóttir og Oddný Sturludóttir.
og gerist sagan að mestu í höfuðborg Íslands sumarið 2000. Við skulum fá þær stöllur í heimsókn. Sæl og velkomna. Takk. Jæja, hver Dís? Já. Það mynd af henni fram á bókinni. Já, hér mynd af henni. Þessi myndir eru þið þrjár, það ekki samsettar? Já. Er það ekki? Ég myndi segja það. Hver á hvað á þessari mynd? Þessi íðilföru augu komið frá Silju Hauksdóttur í boði hennar. Já. Og svo það þetta einstaka bros og Íslandardóttir. Nú og þetta. Já, þessi ótrúlegi munnur. Oddný Oddný á munnin. Og svo umgjörðin á hárið Birnanna. Þitt, já. Þannig að þú ert svona aðeins meir en hinnar í myndinni eða hvað? Nei, held nú ekki. Ég fatt það núna. Hún hefur alltaf verið alltaf frek í þessi samstarfi og svona. En hvernig datt ykkur nú í huga að fara að skrifa skáldsögu? Þið með bara svara allar í einu? Já. Það var þannig að... Kannski Oddný og þú viltur svara þessu? Já, okkur hefði nú alltaf langað að gera eitthvað saman. Hún að þekkja síðan í MH, sem vorum svona 18-19 ára. Og þetta eiginlega datt svolítið bara upp í hendurnar á okkur. Hvernig unnuðu þetta, Silja? Við skrifum í byrjun kafla á kafla sitt lagi eftir að hafa unnið mjög svona mikla heimildarvinnu og persónusköpun með Dís. Hvar fór heimildarvinna fram? Í ykkur sjálfum eða vinnum ykkur? Á kaffhúsum var mikið. Á kaffhúsunum, já. Nei, við vorum bara mjög lengi að spá og spekulera í Dís og búa hana til. Og svo ákveðum við eftir sem áleið hvað myndi gerast í hennar lífið þessi 3 mánuði og svona spunnum þetta bara þannig. Og þið unnusast í sikkur lagi og svo hittust þið og hvað báru saman bækur? Nei, við skrifuðum allar í sama herbygginu. Byrjuðum þannig að ein var í stofunni og ein var í borðstofunni og ein var í eldhúsinu. Já, var þetta ekki algjör kaos? Nei, og svo færðist við nær og nær og vorum á endanum við sama eldhúsborðið. Það var hrikalt að segja frá þessu sko, en þannig var þetta nú. Ég frétta því að þið hefðu tekið ykkur frí frá skriftum og þið farið saman í sumarbústað, er það rétt? Já. Þannig að vinir og fjölskyldumelir hafa sittið á hakanum meðan þessi bók var til eða hvað? Nei, í rauninni ekki. Við sameinum þetta bara. Já. Myndu þið segja að þetta væri svona raunsönn lýsing á því hvernig þið er að vera ung stúlka í Reykjavík í dag? Já, við vonum það. Það var svona meðal annars markmiðið að reyna að lýsa því í gegnum Dís og hún er svona okkar tæki til þess. Við erum alltaf frekar raunsaðar konur, held ég. Einhvers staðar í einhverju kritík var verið að líka ykkur við Hallgrím Helgason og hvað segir þið sjálfar um það? Hver er það? Kannast þið það? Já, ég veit ekki hvað það er. Er hann í uppáhaldi hjá okkur? Hann er ofín. Já. Hvað með ykkur sjálfar? Eru þið feministar? Já. Myndu segja það? Já, það fyrir svona eftir hvernig maður lítur á það. Ég meina feministi. Við erum allavega ekki feministar. Nei. Það er alveg á hreinu. Hvað ætlið að skrifa fleiri bækur? Verður framhald að þessu? Dís verður ófrísk, Dís verður til útlanda. Við hefum ekki hugsað okkur endilega yfir í seríur, sko. Ég veit það ekki. Dís skilur manninn sinn. Dís lærir að synda líka. Dís lærir að synda, alveg heil bók. Já. Heyrðu, þið ætlið að lesa fyrir okkur smá brot úr sögunni. Hvar er Dís stödd í sögunni þegar þetta gerist? Hún er stödd heima hjá sér á Laugavegi 60B ásamt vinum sínum. Þetta er mjög framalega í bókinni. Já. Og hún og Blær Sifjardóttir, besta vinkona hennar, stíga á stokk í þessum gleðskap og fremja lítinn gjörning. Það er bara það. Heyrðu, má ekki bjóða ykkur að stíga á stokk og fremja lítinn gjörning? Þakka fyrir. Við fyrsta spor ferðumst við Blær með sjálflýsandi tímavél aftur til ársins 1987. Áhorfendaskarinn ærist Jealousy stígur á svið. Við heyrum óminn af taktföstum munkarsöngnum og finnum lyktina af reyknum frá reykvélunum og kertunum sem aðstoðarmenn okkar höfðu raðað haganlega í kringu sviðið. Við göngum dramatískum skrefum í svörtum skikkjum með hettum og berum logandi kyndla.
Munkastefið gerir hreyfingar okkar hægar, drungalegar, hættulegar. Snögglega breytist stemmingin og Shady Owens tekur við með lagið Get Right Next to You. Skikkjunum þeytt af kynþokkafullum 10 ára kroppunum, þó böggadrusla hafi nú alltaf verið í þéttara lagi, og við breytumst í kattliðugar djassgyðjur. Salurinn klappar í takt og líðurinn ærist. Við leikum okkur með klassísku hefðina og döðrum léttilega við ballettin. Yfirbragðið þó alltaf módernt og hreyfingarnar eru harðar, hraðar, taktfastar. Mjaðmir sveiflast í glæsilegum chassé sporum. Hönd mætir fæti í hinu sígilda kick-ball change. Sem oft hefur verið nefnt grunnspor jazzins. En hér má einnig finna hið fransk ættaða pas de bourrée. Og eftir því sem dansinn magnast og tilbrigðin við Chenet-hringinn verða flóknari, fækkum við fötum taktfast. Já. Dómnefndin skælbrosir á mót okkur og við finnum í hjörtum okkar að það engin samkeppni lengur, bara jealousy. Dansinn endar á mögnuðu splittstökki sem leiðir inn í hefðbundið spíkat og að lokum réttum við hendurnar í átt að dómnefndinni og rykkjum höfðunum aftur. Lófatakinu ætlar aldrei að linna. Ég lít á Blæfi og hún á mig, við tárumst, við vitum. Margra mánaða vinna að baki, þrotlausar æfingar, sárir ökklar, harðsperrur og bíóferðir sem voru ekki farnar. En við sjáum ekki eftir neinu því við erum sigurvegarar. Það ekki logið á hann Gunnar Þórðarsson. Hann búinn að draga 2 vini sína með sér hingað í kvöld til að spila fyrir okkur lagið Fröken Reykjavík. Tríóið kallar sig Gítar Íslandsjó, hvað sem það nú að þýða. En þeir stefna sennilega á heimsyfirráð með þessu nafni. Meðlimir tríósins fyrir utan Gunnar Þórðarsson eru þeir Björn Thoroddsen gítarleikari og Jón Rafnsson bassaleikari. Við skulum taka vel á móti Fröken Reykjavík. Tupperware Núskin Herbalife. Hvað skal það vera?
Það hægt að selja allt ef það gert í réttu umhverfi. Helst á huggulegu heimili í góðum félagsskap þar sem varnirnar bresta og vísakortin takast á loft. Á heimili mæðgnanna allt undirlagt af hinum nýja sannleik sem að þessu sinni ættaði frá heilsuríkinu Sviss, þar sem fjallaloftið leikur bankahólfin. Almáttu, gagga mín. Hvað? Hvað hefur eiginlega komið fyrir andlitið að þér? Ég er bara með súrefnismarka. Rosalega erfitt að tala með þetta. Ég hef nú bara enga trú á þessu súrefni. Hvað næst? Helium? Heyrðu, hún Rósa Ingólfsdóttir er að kynna þessa súrefnisvöru frá henni Karen Herzog. Vist alveg yndisleg manneskja. Andlitið á henni bara eins og basraskat. Samt komin á níræðisaldur eitthvað svoleiðis. Hún er ekkert komin á níræðisaldur, hún Rósa. Við erum jafngamlar. Ekki Rósa, hún Karen. Það er alveg hræðilegt að sjá þig. Og þetta er svo útburður. Hvað veistu þá ekki að horfa á mig? Mamma, þú ættir að prófa þetta. Þú mætti alveg sérstaklega með þessu fyrir eldri konur. Ég var að segja þér við Rósa, það eru jafngamlar. Hvað þykist hún eiginlega að vera? Endurfædd? Vertu ekki svona neikvæð. Fullt af fólki að nota þetta út allan bæ með góðum árangri. Já, ég get nú ekki séð hún Rósa Ingólfsdóttir sé neitt unglegri en ég, bara ellilegri ef eitthvað er. Það er bara náttúrulega verið að hafa fé út úr svona auðtrúa vesalingum eins og þér. Ég get nú ekki ímyndað mér að þessi grái litur getur verið hollur fyrir húðun á þér, eins og hún nú er. Býtu, er eitthvað að húðun á mér? Æ, elska mín, þú ert með þessa grófu og gisnu húð úr föðurættinni. Og svo náttúrulega alveg ægilegt hvernig það eru vaxnar niður sig þessar föðusystur þínar. Heyrðu, ég veit nú ekki en ég sé bara bærilega vaxin niður mig, þakka þið fyrir. Já, það á nú eftir að breytast. Þær fóru nú ekki aflagast fyrir hennum fertugt. Það bara lag þetta allt saman niður í skóna hjá þeim blessuðum konunum. Þið var núna að reyna að koma í veg fyrir það, einhvern veginn. Það er nú einmitt til ykkur krem hjá henni Karinu sem að koma í veg fyrir appelsínuhúð. Já, og svo eitthvað nýtt krem sem kemur í veg fyrir mandarínuhúð. Mandarínuhúð? Já, svo miklu erfara að koma í veg fyrir mandarínuhúð en appelsínuhúð. Mandarínuhúðin er miklu þrálátari, sest á staði sem er svo erfitt að ná til. Já. Bak við eyrun og svoleiðis, þú ætti kannski að prófa það. Hún Rósa prangar nú að kynna mig einhverju elli heimiliskremi frá einhverju kellingu í útlöndu sem ég þekki hvorki hausnisborð á. Það tekið nú frekar mark á grasaletnunum og miðlunum og svona. Sem er að segja að maður getur bara fundið sér sjálf náttúruefni sem að kostar ekki neitt. Nú, eins og hvað? Já, eins og til dæmis rabarbarablöð. Rabarbarablöð? Já. Maður bara setur rabarbarablöð svona lendarnar á sér að maður fyrir að sofa og vakna maður næsta morgun eins og nýútsprungin hindafjalli. Þetta hef ég nú aldrei heyrt. Hversuna farið þér ekki bara rabarbara og labbarbara og reynir að losna þessa appelsínuhúð? Það hefur aldrei borið neitt mikið á appelsínuhúð hjá mér. Þetta liggur nefnilega svo misvel í ættum. En þú þetta ekkert að vera að skammast þig fyrir þetta, elskan mín. Þetta svarta súpumótilið þarna, Heinz Ræga, hún Namibía Campbell, hún öll útbyggð í þessu. Appelsínuhúðin, hún spyr nú kannski stjörnustöðu. Né litarhátt. Þú ættir nú kannski bara að senda henni nokkur rabarbarablöð. Annars hef ég enga appelsínuhúð. Nei, ekkert svona mikið ábyrgandi. En þú ættir nú að gera eitthvað í því sem að hárið á þér. Hvað er eitthvað að hárið á mér? Já, og svo hræðilega líflegst og órættalegt. Það er synd þú skildi á ritunnar hans pappa þessi arf. Mamma, hann pabbi er nauðar sköllóttur. Já, það er svo sem ekki mikill missir að hárinu á honum. Alveg undir svo fuglarhræða. Býndu, eftir að segja að ég sé eins og fuglarhræða? Taktu þetta ekki svona persónlega, elska mín. Það er svo margt hægt að gera. Hann Hallgrímur Magnús og læknir, hann hefur nú ekki þvegið á sér hárið í 25 ár og hann segir að sjampó og hárnæring sé það bara versta sem að setur í hárið á sér. Það sé bara algjörsteitur. Ói! Betur fyrir hann ekki heimilislæknirinn minn. Drýmyndaði lyktina manninum. Hei, þá myndi ég nú bara að fá mér hárkollu, sko. Já, það er alveg til í dæminu. Það er fullt af fólki sem maður myndi aldrei vita hvem væri með hárkollu ef maður vissi ekki að því. Til dæmis eins og hann Ingólfur Guðbrandsson. Það er nú alveg æðist þetta hlaupum berfættur í hárinu á honum. Mamma, það sjá nú allir að hann Ingólfur Guðbrandsson er með hárkollu. Nei, mér finnst hún eðlileg. Ég og Jóhanna Sigurðardóttir, það er nú vel lukkukolla. Mamma, Jóhanna Sigurðardóttir er ekki með hárkollu. Hún myndi ekki velja sér hvíta hárkolla sjálfstáðum. Elska mér, svo hárkollur er til í öllum mögulegu litum. Sem betur fer, annars verða allir eins. Til mér sem svona Ólína Þorvarðardóttir. Með þessa fagurrauðu hárkollu sem klæðir hana svo óðbóðslega vel. Nema náttúrulega liturinn náttúrulega mjög ónáttúrulegur. Svo skil ég nú bara ekkert í þessu kallmönnum.
sem að valsa í fjölmiðlum og svona með beran skallan eins og þess að Ómar Ragnarsson eða Egill Ólafsson. Kollan hans Ingólfs Guðbrandssonar, hún myndi nú fara honum allir vel. Mér finnst hann Egill Ólafsson ógeðslega sexy svona sköllóttur. Hugsar þú bara eitt? Veistu það, mér finnst menn allt eins geta gengið berrasaðir eins og vera svona með beran skallan. Þetta alveg hryllingur að sjá hvað þetta gera, barn? Ætlar að drepa þig? Má borða þetta. Það verður líka að hugsa innbúið. Já. Fegurinn kemur jú að innan. Já, ef það væri nú satt, þá myndi nú fólk snúa röngun út. Sigrún Baldursdóttir er ein af okkar fremstu og dáðustu söngkonum. Hún vakti fyrst athygli með flauelsmjúkum söng sínum í spilverki þjóðanna, en síðustu ár hefur óperan átt hana alla. Hún hefur hins vegar nýverið gefið út disk þar sem hún bregður sér aftur í dægurfötin og flytur jazzaða smelli úr kvikmyndum og söngleikjum. Dittu er hingað komin og ætlar að syngja fyrir okkur lagið I've Got Rhythm eða Ég tel taktinn eftir Gershwin. Skulum gefa henni gott klapp. Hlíðin fögur og heiðríkjan vex, hirð ekki veraldlegt pex. Lævirkja grein syngur líflegan brag, því leikum við eða lag. Sjá, sitja dægrin laun, sátt við Guð og menn, því syngið þennan söng, sigri hrósanden. Ég tel taktinn, tek svo lagið, tek í strákinn, ég hef allt sem langar mig til. Finn ég grasi, grænni lautu, finn ég strákinn, finn ég fyrir því sem ég vil. Kalla vesinn, ég kalla vesinn, kall á vesinn, kallar þig. Skýjum ofar, skárra en ekkert, skæðir draumar sem að rætast þegar ég vil. Skæðir draumar sem að rætast þegar ég vil. Ég tek taktinn, ég tek flóma sögur strákinn, skýjum ofar, skæðir draumar kalla vesinn. Þetta veröld eins og frekast ég vil. Þátturinn verður ekki lengra þessu sinni. Ég þakka gestum fyrir komuna, áhorfendum í sjónvarssal og þeim sem heima sitja þakka ég samfylgdina. Hittumst heil á húfi af viku liðinni, en Dittu ætlar að ljúka þessu fyrir okkur með laginu Nei sko eftir spilverk þjóðanna. Við varpið, skoðandi í lit, þulina á gráum jökkum. Nei sko, nei sko, nei sko, nei sko, nei sko. Mér alltaf að auglýsa rafhlöður og te og svör við öllum lífsins gátum. Nema hvað? Nei sko, nei sko, nei sko, nei sko, nei sko, hvað svo? Jú alltaf á 50
kvöldi föstudags á gagneyði